Komið sæl, Ólafía Þórunn Kristinsdóttir segist fyrst og fremst hafa verið gríðarlega stolt yfir því að vera Íslendingur eftir að hún vann það afrek að tryggja sér þátt á sterkustu mótaröð heims í golfi kvenna í gær. Hún var 10 ára þegar hún byrjaði að spila golf og það var nú þannig að við hjónin höfðum farið með strákan okkur sem báðir voru golfarar til Spánar að spila golf og þá var hún sett í pössun. En svo þegar við komum heim í annað skiptið þá sagði hún hvað fæ ég ekki að koma með? Já, það náttúrulega út af því að þú kannt ekki til golf, Ólafía. Hún náttúrulega brást við mest að við skráðum á námskeið og það strax. Þegar hún bæði prófaði badminton og handbolta. Hún var góð í öllu, alveg sem hvað hún gerði í sjálfu sér, sko. En hún allavega helgaði sér golfinu. Ég held hún hafi nú verið 15 ára þegar hún var nú spurðað í viðtali sko hver framtíðarplönin væru. Þá nefndi hún þetta að hún ætlaði að verða atvinnumaður og reyna að verða Íslandsmeistari fullorðina og síðan komast á LPGA. Þetta er náttúrulega bara ótrúlega ævintýri að náttúrulega fá tækifæri til að ferðast svona eins og hún gerir en þetta er líka mikil vinna og fólk gerir sér ekki alltaf grein fyrir því hvað þetta er erfitt. Líklega fór hún í 3 mót ef ekki fleiri á húsbíl með Tómasi Kærusson sín þar sem voru bara á svona eins og niður í Laugadal sko á húsbílnum þar sem hann var tengdur við rafmagn og svo var keyrt kannski hálftíma 3 korter á mótstað á meðan stelpurnar sem hún var að keppa við bjuggu á hótelunum sem voru inn á golfvellinum. Stóru þjóðirnar út í heimi búa náttúrulega við allt aðrar aðstæður, risa fyrirtæki sem eiga nóga peningum til að styrkja sitt fólk. Það hefur ekkert eiginlega alveg gert sér grein fyrir því hvað er að gerast þótt. Þetta er rosalega stórt og mikið batteri. Við erum auðvitað ekki hlutlaust þegar við erum að leggja mat á þennan árangur en við höfum náttúrulega verið í sambandi við og þekkjum nánast alla í golfhreyfingunni og golfheiminum hérna á Íslandi og sá hópur heldur í fram að Ólafía sé auðvitað komin í hóp eina mestu elítu íþróttamönnum í sögu þjóðarinnar með þessum árangri. Bara fyrst og fremst kattínum mínum og fjölskyldunum minni fyrir allan stuðninginn og svo bara öllu sem hafa komið að golfinu mínu, þjálfurum og bara öllu, sjúkraþjálfara, mentalþjálfara og bara forskot. Takk fyrir stuðninginn og án þeirra væri ég ekki hérna, þannig að bara það er svo margir.